Jæja, það er stundum sagt að á hverjum degi fæðist einn fáviti. Ég er komin inn í bæ og ég ætla að spyrja fólk einfaldar spurninga og gá hvort ég finni nokkuð eitt slíkan. Geturðu sagt mér hvort er lengra 60 mínútur eða 1 klukkutími? Tja, við getum litið á tímann sem svona línu. En hvernig var línan í laginu? Það er megin spurningin. Það er náttúrulega einfaldast að ímynda sér bara línu sem virðist endalaus á báðar áttir. Kannski bara best ímynda sér línu sem hefur ekki byrjunarpunkt. Því í raun getur tími ekki haft byrjunarpunkt. Til þess að tími geti haft byrjun þarf hann að hafa fyrst andartak tíma. Og svo að það sem tekið sem andartak tíma þurfti að vera inn á milli 2 tíma punkta. Og það þýðir að tíminn hafi verið byrjaður á undan þessu fyrsta andartaki tíma. Þannig að getur ekki verið raunveruleg byrjun, eða það? Líklegast er bara réttast að hafna línulega tíma alfarið því að slíkt felur sér grófa einföldun. Línulega tími er í raun líkan sem mannkynið hefur smíðað sér í tilraun til þess að ná ákveðnu valdi á tímanum með því að skilgreina hann. Og það er samt líklegra ef að tími er til sem einhvað annað en mennsk uppfinning að þá sé hann einhvað óendanlegt og ólýsanlegt form sem hugur okkar er bara ekki nógu þróaður til þess að ná utanum. Góða kvöld félagi. Segðu mér, hvort þetta er fljótara að ganga 1 kílómetr eða að ganga 1000 metra? Nietzsche sagði hér í daginn að alla merkar hugsanir þær verða til á Herru, kom hérna. Segðu mér, hvort er þyngra? 1 kíló af blýi eða 1 kíló af fjöðrum? Ég veit það ekki. Ég meina, er nokkuð tímann hægt að raunverulega vita eitthvað í raun og veru? Ég meina, hvað er til dæmis nægjanleg skilyrði fyrir þekkingu? Hefur þetta eitthvað að gera með orsakatengsl eða ytri aðstæður? Er virkilega hægt að taka bara raunhygginn á þetta og segja að þekking er bara það sem verður sannreynt með skinnreynslu? Er hægt að styðja sig við tilleiðslur til að öðlast þekkingu? Því í raun eru það ályktanir en ekki raunveruleg þekking. Því ef maður ætlaði sér að nota tilleiðslu til að öðlast þekkingu þurftur við fyrst að sanna að til séu áreiðanlegar tilleiðslur og það er ekki hægt nema með því að nota tilleiðslur. Þannig að hvernig er hægt að sanna eitthvað með sama hlut og því sem maður ætlar að sanna?